Forseti klukkan orðið 5. Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Þá 550. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 8. september 2018, settur. Mættir eru bæjarfulltrúar Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jónasdóttir og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson og forseti bæjarstjórnar Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrir fundinum liggja afsakið 7 dagskrármál. Það fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. september 2018, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. september, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 4. september, fundargerð fræðsluráðs 7. september, fundargerð velferðarráðs 12. september, fundargerð menningarráðs 13. september og síðan fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Miðflokksins sem 7. mál á dagskrá fundarins. Nú við göngum til dagskrár. Fyrsta dagskrármál fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. september og forseti óskar eftir því að taka fyrir sérstaklega mál undir þeim fundargerðum. Afsakið. Og varðar það mál undir fundargerð bæjarráðs frá 7. september og forseti bæjarstjórnar með bókun varðandi það mál. Hún eftirfarandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar staðfestir sérstaklega ákvörðun bæjarráðs frá fundi sínum númer 1185 þann 7. september að Reykjanesbær fái 2 fulltrúa í heilbrigðisnefnd Suðurnesja og nefndin kjósi sér formann á fyrsta fundi nefndarinnar. Og vill forseti byrja á því að gefa orðið laust varðandi þessa bókun áður en lengra haldið. Einhverju sem vilja taka til máls? Þannig að ber ég þessa bókun undir samþykkt fundarins, þeir sem geta samþykkt bókunina að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Og öðru leyti gef ég orðið frjálst fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. september, orðið laust. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Velkomin í pontu. Takk fyrir, kæri forseti. Ég að koma upp undir lið 2 sem aðstæða fyrir hönnun og smíði í Hálítisskóla frá fundargerð bæjarráðs 7. september. Og mér finnst mjög skemmtilegt þess að ég var að hugsa í nýjungum þegar að hanna alveg nýja stofu sem að gefa þá möguleika á að vera frábrugðin öðrum hefðbundnari smíðastofum og þetta í samræmi við hugmyndir Makerspace sem á íslensku hönnunarverið og sköpunarverð sem í stuttu máli rými þar sem einstaklingar geta búið til hluti, dundað og dútlað og almennt leikið sér og meiri skapandi. Ég segi bara mjög flott. Takk fyrir. Takk fyrir það, Díana. Næstu hefur við kvart sér hljóðs Baldur Guðmundsson. Gerðu svo vel, Baldur. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Nokkur mál sem að bara fá að leggja fram fyrirspurnir Það byrja bara 7. september 1185 fundur. Mál númer 5, það stendur bara Sundhöll Keflavíkur lagt fram og þarna fyrir þann sem að lesa fundargerð þá hvað gerðist þarna, hvað var lagt fram, var þetta handklæði úr Sundhöllinni eða svo fór ég kafa aðeins í þetta og þá sýnist mér þetta að vera 2 kærumál sem voru lögð fram
og allt í lagi með það, en ég hefði þá viljað kannski sjá það í fundagerð, að fundagerðin endurspeglaði hvað var verið að leggja fram og hvort það fekk einhverja sérstaka afgreiðslu þessu utan. Næsta mál varðandi ráðhús og breytingar á húsnæði sem svona tiltölulega stutt síðan að við fórum í mikla breytingar sem að nú komin einhver reynsla á og tilvalið að taka það upp aftur og sko hvað hægt að gera. En það sem ég hnaut þegar ég las þetta minnisblað var að hérna störfu 70 manns og það stefnir allt í að vera 120 manns bara innan fárra ára. Þannig að eitthvað sem að við fengum við ekki það memo hvað þetta fjölga mikið hérna í ráðhúsinu. Ég langar bara spyrjast fyrir það sko. Og ef við höldum áfram síðan í næstu fundagerð 13. september tókum við aðeins umræðu þetta á síðasta fundi varðandi stefnumótun og þessi ráð sem voru stofnuð. Ráðin voru stofnuð til að fylgja eftir málefnasamningi og það lá alltaf fyrir að Capacent væri að vinna fyrir meirihlutann að því að fylgja þessum pólitísku áherslum eftir eins og kemur fram í þeirra skjali. Þannig að mér langar bara aðeins að taka þetta upp aftur og árétta það hvað okkur finnst þetta svona gert í öfugri röð. Að það búið að stofna ráðin en síðan fá ráðgjafa vinnu þar sem þess að málun frestað og að vinna að því að fara í gegnum málefnasamningin og koma honum síðan í eitthvað fast form þannig að það passi inn í stjórnsýslunar. Þannig að við finnst það bara svona bakka upp það sem við vorum að flytja hérna á síðasta fundi. Bara hið besta mál, þetta eins og á að vinna hlutina. En þó hnaut maður aðeins það sko með pólitískar áherslur. Þetta hljómaði dálítið sko eins og það væri bara verið að tjalda til þessa kjörtímabils. Síðan myndum við þá taka þetta upp aftur þegar nýjar pólitískar áherslur banku upp á. Takk. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Nokkrum fyrst að fagna því að það kom í ljós núna fyrir nokkrum mínútum síðan að var tilkynnt að AR hefur náð að klára skuldabrútboðið og hérna hljótum við öll að gæðast yfir því að óvissunni sé lokið varðandi AR. En það er sem tekist að selja skuldabréf og þeir eru bjartsýn á framhaldið. Þetta hefur mikil áhrif á svæðinu og við fögnum því. Aðeins varðandi Sundhöll Keflavíkur. Langar mig að segja frá því að á fundi bæjarráðs var sem sagt lögð fram koma 2 bréf, afrita af bréfum. Annað var tilkynning kæru. Það var afrita kæru og tilkynning til okkar frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og þá kom fram að Ragnheiður Elín hafði lagt fram kæru til þeirra en sem hefur ekki með Reykjanesbæ að gera og snýr ekkert á okkur. Þetta var bara afrið lagt fram og seinni hlutinn var svarbréf Jón Steinar Gunnlaugssonar lögfræðings fyrir hönd eigenda Sundhallarinnar þar sem hann var að hrekja þessa kæru. Það var það sem kom fram og var lagt fram til upplýsingar. Bæjarstjóri, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara til að fylgja þessu svari bæjarfulltrúar Friðjóns eftir að þá var það sem sagt mín ákvörðun að því mér hafði áskotnast þessi bréf, þau voru send okkur til upplýsinga, afrit af bæði bréfi Jón Steinars og svo hitt
að setja þau inn í bæjarfulltrúum til upplýsinga fyrst og fremst. Þannig að menn vissu svona menn og konur hvað væri að gerast í málinu. En eins og kom fram hjá Friðjóni þá er þetta mál fyrst og fremst, þessi samskipti fyrst og fremst á milli þessara tveggja aðila. En mér fannst rétt að bæjarfulltrúar hefðu vitneskju um það sem væri að gerast og að þeir hefðu bara bréfin. Þannig að ég veit ekki betur en að allir bæjarfulltrúar fái þessi fundaboð og hafi aðgang að þessu gögnum inn á mitt Reykjanes. Ef ekki þá endilega látið mig vita. Ef þetta er eitthvað óljóst eða upplýsingaflæði ekki nægilega gott þá vil ég gjarnan fá að heyra af því. Friðjón, Einar Gilsvar. Afsakið forseti, ég gleymdi nú aðalmálinu. En það er fundargerðarstjórnar Brunavarna Suðurnesja sem var lögð fram. En þar niðurstaða bæjarráðs var sú að samþykkja ákvörðun stjórnar Brunavarna Suðurnesja BS að taka lægsta tilboð í byggingu og nýrri slökkvistöð frá Ístaki EOF. Eftir að þessi ákvörðun var tekin þá hefur bæjarráð í Sandgerði og Garði, sameiginlegu sveitarfélagi, einnig samþykkt þessa ákvörðun og í fyrramálið klukkan 7:30 er búið að boða mig á fund bæjarráðs í Vogum til þess að kynna þetta verkefni og gerir ráð fyrir að þeir samþykja það líka. Þá er allir eigendur búin að samþykja þetta verkefni og í framhaldi af því munum við ganga frá fjármögnun verkefnisins. Við erum langt komin með það. Lánasjóður Íslenskra sveitarfélaga það búist til þess að lána sveitarfélag eða Brunavarna Suðurnesja fjármagn. Það sem gert er ráð fyrir að eigið fé í þessari byggingu sem kostar 730 milljónir, að það veri eigið fé upp á 200 milljónir frá Brunavörnum og síðan lántaka upp á 700 til 750 milljónir. Það er gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun Brunavarna næstu árin og ég vona að þetta gangi eftir á þann veg að þetta veri öllum til sóma. Gert er þá ráð fyrir að klukkan 9 í fyrramálið verði send tilkynning til Ríkiskaupa formleg þar sem þessu tilboði Ístaks verði tekið og í kjölfari verði farið í viðræði við þá og þeir hefji framkvæmdir sem fyrst og gert er ráð fyrir að þetta sé 18 mánuði frá því ég byrji og þangað til húsið er klárt og lóðin líka. Líka í framhaldi af þessu er gaman að segja frá því að nýr slökkviliðsbíll er að koma til landsins sem keyptur var fyrir 8 mánuðum síðan og var hann greiddur að fullu af eigið fé og það er enga skuldir á Brunavarna Suðurnesja í dag. Þannig að þetta hefur gengið vel og er sómi fyrir sveitarfélögin og eigendur þess. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Við forseti tilbúðir, meðfulltrúar og gestir. Ég hef búin að lofa þeim Liverpool-mönnum að ég myndi tala mikið og tefja fundinn, allavega til 8. Bara til að árétta, ég var ekki, vantaði ekkert upp á gögnin. Ég komst alveg í gögnin til að skoða hvað var málið varðandi Sundhöllina. En þó þetta snerti okkur, bara mjög gott að koma með þessi bréf inn í bæjarráð vegna þess að þetta kemur öllum bæjarbúum við. Fólk hefur mikinn áhuga á þessu máli og svo þegar að les fundargerðina þá stendur bara lagt fram. My point is bara hvað var lagt fram. Það hefði mátt vera aðeins bara kærur sem að hafa verið sendað til þessara stofnunar og lagar. Ekkert annað. Þessar gögnin voru alveg á sínu stað. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta hefur lengi verið rætt að bæta megi upplýsingar í fundargerðum bæjarráðs og hefur mörgum bæði bæjarfulltrúnum og íbúunum þótt þær heldur snubbóttar en þetta virðist vera einhver træða í því að hafa þannig að allir geti lesið og skilið það sem þar fyrir fram. En við vorum líka, bæjarfulltrúi Baldur spurði hér töluna 120 í þessari húsnæðispælingu í þessu húsi. Bara fínt að fá tækifæri til að svara því. En í dag starfa í húsinu rúmlega 70 manns og þeim fer fjölgandi hægt og rólega í
sem betur fyrir ekki eins mikið og íbúafjöldin en þeim fjölgar engu að síður og það er þannig komið núna staðan hér að það eru vandfundnar þær skrifstofur sem eru ekki fjölsetnar þó hafi uppalega verið ætlaðir einu starfsmanni, þannig að það eru 2 og upp í 6 starfsmenn inn á sömu skrifstofunum. En á sama tíma að þegar við deilum sama fermetrafjölda þessa hús og starfsmannafjöldanum, að því að þetta hús er mjög stórt, að þá er 45 fermetrar á mann. Ef við tökum bara svona einfalda og þá eru náttúrulega gangar og stigar og þessi salur sem er stór og bókasafnið niður og kjallarinn líka, það er allt inn í þessu. Þannig að það eru fullt af fermetrum í húsinu og verkefni sem við erum með núna, erum að skoða, er sem sagt, getum við nýtt þetta hús betur til framtíðar litið eða þurfum við að gera eitthvað aðra ráðstafanir. Og þá er ég að tala þú veist, þurfum við að horfa til lengri framtíðar að starfsemi Reykjanesbæjar flytjist úr þessu húsu og eitthvað annað eða ætlum við að fara aftur að vera á nokkru stöðum í sveitarfélaginu í framtíðinni eða getum við nýtt þetta hús betur. Getur bæjarstjórn sem situr hér í nokkur 100 fermetrum á 2 tíma fundi aðra hverja viku fundað til dæmis einhvers staðar annars staðar og við breytt þessu risi í bara vinnustæði fyrir starfsmenn til framtíðar lítið með því að setja þá hugsanlega breyta það þarf náttúrulega þá að setja hér einhverja glugga og eitthvað slíkt. Er bókasafnið okkar rétt staðsett til allra framtíðar þar sem það er núna eða eigum að nota það rými einhvern veginn betur? Ég er ekki að fullyrða neitt, þetta eru bara svona spurningarnar sem við ætlum að fara í gegnum en Baldur spurði 120, og það er engin að gera ráð fyrir 120 starfsmönnum í húsinu á næstu misserum eða í náinni framtíð en við verðum að hugsa til lengri framtíðar og þegar arkitektinn sem við erum að tala við núna þegar hann spurði okkur sem vorum að funda með honum eins og hann sagði hvaða hugmyndir eru með, hver gæti fjölgun orðið og þá sagði ég eitthvað svona þú veist, gætu við 2-falda starfsmannafjöldan í húsinu eða kannski tæplega sagði ég svona til, þá veit ég ekki hvort við erum að tala 10 eða 20 ár og þannig var þessi 120 starfsmannar tala til. Kannski verður þetta aldrei 120 manns. Ég veit ekki hvað vinna margir á skrifstofum Reykjavíkurborgar eða Akureyrar, ég hef ekki kannað það. En ég veit að Akureyrarbær er á nokkru stöðum í bænum. En þannig var það nú. Það er engin hrúa starfsmönnum að fara að bætast við á morgun eða hinn. Og það er ekkert verið að hvorki fela eða halda leyndu neinni fyrir hugaður í fjölgun starfsmann. Þetta var bara tilraun til þess að reyna að hugsa fram á veginn og fram í tíman. Fyrir það Kjartan Guðbrandur Einarsson, gjör svo vel. Velkomin í pontu. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú kannski ekki að fara að orðleggja eða lengja en að fundi eitthvað mikið af því að mér er nú annt Liverpool-menn. En mér langar kannski aðeins að taka undir og tæpa á því sem hér hefur verið nefnt. Meðal annars hvernig við erum að bóka eða senda frá okkur bókanir. Og við eigum mörg okkar bara að söka á því að þetta sé svona og ég held að ég hef oft fengið ákvörður fyrir þær bókanir sem við höfum sett frá okkur að það standi ekki mikið í þeim, lítið kjöt á beinunum og fólk er erfitt með að átta sig á því hvað við erum að fjalla hverju sinni og ég held að það sé bara eðlilegt að við tökum það til okkar og reynum að bæta úr. Þannig að þetta er hárrétt ábending hjá Baldri að þarna í þessu tilteknu máli var ekkert hægt að sjá hvað var verið að gera. Nú þarna eru líka merkileg mál sem við höfum verið að fjalla meðal annars mál í fyrri fundargerð frá 7. september eitthvað sem heitir vísitala félagslegra framfara og síðan í þetta sem að bæjarfulltrúi Baldur nefndi hér varðandi stjórnsýsluna. Þetta er auðvitað fyrir mér eitthvað sem að
getur hjálpað okkur til þess að horfa til framfara og horfa til framtíðar. Okkur langar til að gera betur, okkur langar til þess að sjá fyrir okkur hvert við viljum stefna og hvaða leiðir eru færar að þeim markmiðum sem við viljum ná. Við erum ekkert alltaf endilega klára á vegferðinni, hvort við erum að fara norður fyrir eða söður fyrir eða hvað það nú er. Og ég held að þess svona verkfæri sem að margir sérfræðingar kunna orðið á geti hjálpað okkur. Og ég ætla nú að vonast í þess að varðandi þessa stjórnsýslu vangaveltur að það er ekki stjórnsýslu heldur stefnumótunar vangaveltur. Þetta er akkurat ekki stjórnsýslu vangaveltur. Það eru afleiðingar en ekki það sem á að gerast fyrst. Að þá gætum við sameinast einhverja yfirskrift sem við viljum standa fyrir í náinni framtíð. Bursið frá því hverjir sitja hér í bæjarstjórn og bursið frá því hverjir sitja hér í meirihluta. Okkur langar til að búa til einhverja yfirskrift sem getur lifað okkur sem eru hér. En það er alveg kýrskýrt samt og þessir aðilar sem við höfum verið í samtölu við gera sig grein fyrir og telja eðlilegt að jafnframt sé skoðað hvernig pólitíkusar getur komið sínum stefnumálum á framfæri og gert þau að veruleika. Við sjáum bara oft á tíðum og heyrum árekstra á milli kerfa, pólitískra kerfa og embættismanna kerfa og ákveðna tregðu sem að getur stundu verið til staðar. Gott dæmi bara Reykjavík. Að pólitísk kjörnum fulltrúum hefur á köflum gengið illa að koma sínum stefnumálum á framfæri og þetta er kannski ein leið til þess að hjálpa okkur til við það. Og við erum ekki að skrifa málefnasamning bara gann okkar, við ætlum að reyna að láta hann verða veruleika með einhverjum hætti og þessir aðilar geta hjálpað okkur til við það. Og ég er alveg viss það ef við horfum á hana málefnasamning þá er hann ekkert að valda neinum vandamálum held ég, hvorki meiri hluta en í minni hluta. Ég held að flest í honum sem þar stendur geti staðist alveg sama hvaða veruleiki á í hlut og við getum auðvitað deilt aðferðir og forgangsröðun en ég held að við stefnum öll að sama marki að það er að bæta þetta samfélag okkar. Nú síðan þetta sem heitir hérna vísitala félagslegra framfara sem mér finnst vera mjög spennandi. Mér finnst mjög spennandi að við fáum einhverja kortlægningu á því hver staða okkar er og við getum síðan í framhaldinu farið að mæla hana áfram og bera okkur saman við upphafspunktin okkar erum við á leið áfram eða aftur á bak. Þannig að ég held að allt þetta sé að hafinu góða, við þurfum auðvitað að vanda okkur við þetta, velta fyrir okkur peningunum sem í þetta fara og síðan er auðvitað einn punktur sem líka var nefndur í bæjarráðinu, þarf ekki að bjóða slíka hlut út. Þannig að við höfum auðvitað bara að skoða þetta í róleitum og fara okkur hægt í þessu sem öðru. Takk fyrir Guðbrandur. Það eru fleiri sem að vilja kveðja sig hljóðs undir fundargerðum bæjarráðs. Svo er ekki, þá ber ég fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 13. september upp til atkvæðis fundarins. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefið merki og hún er samþykkt 11.0. Næst er það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. september 2018. Og að venju eru þar nokkur mál sem að bæjarstjórn þarf að fjalla sérstaklega og ber þar fyrst að nefna annað mál í fundargerð, Aspardalur, óskum breytingu á deiluskipulagi og er orðið laust þann lið í fundargerð. En einhver sem kveður sér hljóðs undir þeim lið og svo er ekki og ber þann lið undir samþykki fundarins, þeir sem geta samþykkt þann lið í fundargerð, gefið merki. Hann er samþykktur samhljóða. Næst er það Vatnsnesvegur 22, það er 4. mál í fundargerð, óskum heimild til byggingar bílskúrs. Orðið laust þann lið.
Enginn kveður sér hljóðs og ber ég þá þann lið í fundargerð upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt þann lið, 4. lið. Hann er samþykktur samhljóða. Næst er að 7. liður Stapavellir 4-22 óskum breyting á deiliskipulagsmálum og er orðið laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég hann því undir fundinn, þeir sem geta samþykkt hann lið í fundargerð, gefið merki. Hann er samþykktur samhljóða. Næst er það 14. liður, Háaleitishlað 1, breyting á lóð og orðið laust. Afsakið. Já. Forseti skautar hér yfir nokkra liði, biðst afsökunar á því. Við förum tilbaka í 7. lið sem er ferjutröð, tillega deiliskipulagi, orðið laust þann lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá ber ég 7. lið í fundargerð upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt þann lið, gefið merki. Hann er samþykktur 11-0. Næst er það 9. liður, Reynidalur 2, breyting á deiliskipulagi. Er einhver sem að kveður sér hljóðs undir þeim lið? Svo er ekki, þá ber ég hann undir til samþykktar, þeir sem geta samþykkt hann lið. Hann er samþykktur. Næst er það 11. liður, Seltjörn, tillaga deiliskipulagi. Er einhverju sem að hafa áhuga að taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki, þá ber ég hann einnig undir fundinn. Það gengur ansið hratt núna. Næst er það, svo ég hafði þetta allt rétt, 14. liður, Háaleitishlað 1, breyting á lóð, orðið laust þann lið í fundargerð, umhverfis- og skipulagsráðs, enginn kveður sér hljóðs og ber ég þann lið undir fundin til samþykktar, þessi geta samþykkt þann lið, gefið merki. Hann er samþykktur 11-0. Næst er það 15. liður, Pétursvöllur 6, breyting á lóð, orðið laust þann lið og enginn hefur kvað sér hljóðs, ber ég hann undir fundin til samþykktar eða synjunar. Hann er samþykktur 11-0. 16. liður, Merkines, uppskipting á landi, ber ég þann lið ekki alveg strax til samþykktar, það er einhver sem vil kveða sér hljóðs varðandi þann lið. Svo er ekki, þá ber ég hann einnig undir fundin, þeir sem geta samþykkt hann, gefið merki. Hann er samþykktur 11-0. Næst er það 18. liður, Háseila 32, umsókn byggingu á bílageymslu, hvorki meira né minna. Nú ber ég þann lið einnig undir upp, er einhverju sem að vilja kveða sér hljóðs undir honum. Svo er ekki og ber ég hann því undir fundin til samþykktar synjunar og hann er samþykktur 11-0. Næst er það Heiðavegur 22, það er 19. liður, umsókn byggingu Anderis. Er einhverju sem vilja kveða sér hljóðs undir þeim lið. Svo er ekki og ber ég hann einnig undir til samþykktar og hann er samþykktur 11-0. 21. liður, Suðurtún 5, umsókn byggingu bílageymslu. Er einhverju sem vilja kveða sér hljóðs undir þeim lið. Svo er ekki og ber ég hann því undir samþykktar fundarins. Þeir sem geta samþykkt hann lið, gefið merki, hann er samþykktur 11-0 einnig. 23. liður, Valhallarbraut 868, deiliskipulagsbreyting. Er einhverju sem vilja kveða sér hljóðs undir þeim lið. Svo er ekki og þá ber ég hann einnig undir fundi til samþykktar, þeir sem geta samþykkt hann lið, gefið merki, hann er samþykktur 11-0. Þá er það fundargerðin í heild sinni. Eru einhverju sem kveða sér hljóðs undir fundargerðin í heild sinni? Margrét Sanders, gerðu svo vel, velkomin í pontu. Forseti, bæjarstjórn, góðu gestir. Þetta er ofur fólk í umhverfis- og skipulagsviði, 30 mál, 4 mínútur á mál ef það er engin tími í þar sem starfsmennir að fara yfir.
Ég er mjög ánægð með að það var fjölga fundum, en ég velti bara fyrir mér meðan að þetta mikla álag hvort það þurfi hreinlega bara að fjölga þeim meira. Og þetta býður upp á mistök, maður hræddur Sem betur fer lítið það, en þetta gríðarlega mikið álag og gríðarlega mikið sem að koma þarna fram. Og svo vil ég ítreka það sem ég áður sagt og að það að núna þegar við erum að taka upp skipulagið, að mér alltaf meinilla við mikla breytingar á skipulagi, bæði á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Sérstaklega að þegar að fólk að kaupa sér íbúðir, með ákveðna forsendur þegar það kaupir sér íbúðir og hús og svo því breytt. En maður skilur að það mjög erfitt að ákveða eitthvað 4 ár fram í tíman. En þetta allavega eitthvað sem á að reyna að halda þannig málin að þetta sé í lágmarki. Og ég sé með þetta því hafnað einhverju þarna og búið að vera mikla breytingar og þennan stuttatíma sem að ég var í umhverfis- og skipulagsráði á síðasta kjörtímabili. Ég veit ekki hversu oft leirtalurinn kom á dagskrá. Þannig að ég held að við séum öll saman á þetta, en ég vil bara að menn skoði það að þá fjölga fundum frekar heldur en að taka svona svakalega mikið af málum fyrir á einum fundi. Takk. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við getum tekið undir þetta hjá Margréti. Þetta gríðarlega mikilvægur og stór málaflokkur og álag á starfsmenn umhverfisráðs og ráðs mikið núna þessi misserinn út af bara öllum þessum málum. Ég aðeins að svona þegar ég fyrir að lesa þetta og velta fyrir mér, það eru þessar fyrirsagnir. Við þurfum kannski, og ég fer yfir það með okkar starfsmennu hér, að við tökum 6, 7. mál, 4-22 óskum breytingu á skipulagsmálum fyrirsögnin, en þarna sem sagt verið ósk eftir að breyta deiliskipulagi, þannig að fyrirsögnin ekki alveg lýsandi. Í 12. máli segir svo, það fyrirsögn deiliskipulagsbreyting. 17. máli sem líka deiliskipulagsmál, það stendur bara breyting á skipulagi. 23. mál, það stendur deiliskipulagsbreyting aftur, þannig að ég held að við getum aðeins gert betur bara í að staðla fyrirsagnar eftir hvert mál þannig að bæjarfulltrúar eigi þá gott og þeir sem lesa þess að gera að glöggva sig á málunum. Þurfa ekki að lesa endilega allan textan ef það eitthvað sem þið vilja eða eru að leita að sérstaklega. Mér finnst bara rétt að vekja athygli á þessu og ég mun fara við þetta með okkar fólki. Hvað það að gera? Vil ég láta ljósin eiga sig? Takk fyrir Kjartan. Forseta langar að kveða sér hljóðs aðeins undir þessum lið. Það eru þetta mjög mörg, stór og mikilvæg mál sem að heyra undir umhverfis- og skipulagsmál hér í bæ og við bara vitum það að það hefur strax verið brugðist við með fjölgun funda. Eins þurfum við að velta fyrir okkur hvort við þurfum að endurskoða skipulagið á hvernig bæjarstjórn afgreiðir málin og það er eitt af því sem að við munum ræða svona í samræmi við endurskoðun á bæjarmálasamþykkt, hvort við þurfum að gera betur þar. Mér langar aðeins að taka eitt dæmi, Pósthússtræti 5, 7 og 9 deiliskipulagsbreyting og þetta sé mál sem að er mjög mikilvægt og umdeilt. Það er mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því. Auðvitað erum við með mjög hæft og öflugt fólk í umhverfis- og skipulagsráði og ég treysti þeim fyllilega til þess að vinna faglega málunum. En sérstaklega þegar verið að tala mál sem að geta verið umdeild, að upplýsingarnar séu réttar og við skulum öll taka þetta til okkar. Ég minnst okkar það sem að snýra að bæjarstjórninni, þá höfum við rætt það hérna, oftar en einu sinni, að upplýsingar til bæjarfulltrúa þurfa að vera tryggðar því að eins og við vitum þá erum við í þeirri aðstöðu að
þurfa að hafa töluvert mikla yfirsýn yfir marga hluti. Nú að því sögðu eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs varðandi fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Svo ekki, þá ber ég fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. september undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefa merki. Hún samþykkt 11.0. Næst það fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 4. september 2018 og gef ég orðið laust fundargerðina. Friðjón Einarsson hefur kvætt sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem undir fundargerð íþróttaráðs með leyfi formanns og forseta afsakið. Og það sem ég ætla að ræða 2 mál sem ég held að við þurfum að taka nánar á og ætla ég að leggja til við bæjarstjórn að þessum málum verið vísað til bæjarráðs núna 50. En annað 4. liður, nýr gervigrasvöllur vestan Reykjanesvallar. En þar kemur meðal annars fram að undirrita bréf frá knattspyrnudeild Njarðvíkur og síðan Einari Haraldsinni, formanni Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags, var lagt fram. Það sem Keflavíkur Njarðvík leggur ofur áherslu á að nýr gervigrasvöllur verði gerður vestan við Reykjanesvöll sem allra fyrst, sem nýtist bæði sem æfingar og keppnisvöllur fyrir bæði Keflavík og Njarðvík. ITRA leggur til að fara að vera heildar stefnumótun á málaflokkum sem fyrst og vísar þessu erindi til fjárhagsáætlunar vinnu fyrir árið 2019 næsta ár. Og ég tel að þetta sé brýnt erindi og vil því með leyfi forseta óska til þessu máli verið vísað til bæjarráðs. 5. mál, beiðin kaup á tímum í sporthúsinu fyrir Keflavík, ætti ég líka óska eftir verið vísað til bæjarráðs. En það erindi frá knattspyrnudeild Keflavíkur aðstoð við að leigja knattspyrnuvöll í sporthúsinu. ITRA hefur ekki fjármagn til að vera við þessari beiðni en hefur skilning á nauðsyn þess að kaupa tíma í sporthúsinu. Þannig ég óska til þessum 2 liðum verið vísað í bæjarráð. En mér langar samt að geta þess hérna að það allt og algengt að hjá okkur og hefur verið gegnum tíðina að málum sé beint til bæjarstjórnar og bæjarráðs frá deildum innan Njarðvíkur og Keflavíkur og ég verulega skúffaður að sjá þessi mál koma inn núna í IT-ráð. Það í þessari fundargerð enn fremur ósk frá júdódeild Njarðvíkur og óskum rekstrarstyrk til Sundráðs IRB og við erum búin að ítreka það við aðalstjórnir félagana mörgum sinnum bæði bréflega og munnlega að aðalstjórnir félagana eru ábyrg fyrir rekstri allra deilda og við eigum ekki að taka fyrir svona bréf eða beiðnir nema þær komi frá aðalstjórn. Það algjört lykilatriði að félögin átti sig á breyttu vinnubrögðum og axli sína ábyrgð á þessu, meti það sem við verðum að tala og þetta verið gert á réttan hátt. Þess vegna, og ég held að við þurfum öll ég veit að íþróttahreyfingin öll ofarlega í okkar huga og við þurfum að koma þessu áleiðis til félag okkar að þeir fari rétta leið. Til að mynda bréf sem undirritar af framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar ungmennafélags og Einari Haraldsinni. Það á ekki að vera undirritað af Leifi Gunnlaugssyni, framkvæmdastjóra. Það á að vera undirritað af formanni Njarðvíkur. Og ég hefði helst talið að þessu málið átt að vísa frá ef það ekki rétt eins og það kemur til okkar. Við þurfum að axla þetta, að gera þetta rétt og ég ætla að biðja ykkur all, kæru bæjarfulltrúar, að koma þessu til skila til félag ykkar íþróttahreyfingunni að menn vinni þetta á þann hátt eins og á að gera. Annars sem ég vil nefna í þessu líka það að það vita nú allir eiginlega sem þekkja mig að ég hrifinn af íþróttum og knattspyrnu og ekki síst. En við erum að gera fjárhagsáætlun til hvers árs og til margra ára. Og við gerum kröfu að starfsmenn vinni eftir þeirri fjárhagsáætlun. Við erum háðir heimildum frá eftirlitsnefnd
og ætla til þess svo reksturinn sé réttur að vinna eftir fjárhagsáætlun. Þess vegna verða allir þeir sem að óska eftir fé frá Reykjanesbæ að átta sig á því að það of seint að biðja pening að hausti í fjárhagsáætlun þess árs. Þetta óskir sem átt að koma fram á síðasta ári. Á hausti hvers árs erum við að tala næsta ár. Þannig að við getum ekki verið að tala kostnað sem á að bera á þessu ári ef það er komið fram með það núna. En kæri forseti, ég vil gjarnan vísa þessum 2 málum, lið 4 og lið 5 til bæjarráðs. Takk. Takk fyrir Friðjón. Áður en að við förum í það, þá hefur Margrét Þórarinsdóttir kvart sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti bæjarstjórnar og aðrir viðstaddir. Nýlega var frumsýnd íslenska kvikmyndin Lof mér að falla. Hún hefur fengið mjög góða dóma og telja allir ættu að sjá þessa kvikmynd. Myndin hefur fengið mikla umræðu í þjóðfélaginu og hún hefur mikilvægt forvarnargildi. Sérstaklega það kemur af vímuefnaneyslu ungs fólks sem hefur aukist á undanförnum árum. Miðflokkurinn mun leggja til við íþrótta- og tómstundaráð að það styrki foreldrafélögin og vinni með þeim í foreldrafélögum grunnskólana þannig að allir nemendur í 7., 8. og 9. og 10. bekk sjái myndina og jafnvel vinni verkefni tengt henni. Eins og ég nefndi hér áðan þá er myndin mikið forvarnargildi og því ætti Reykjanesbær að sjá sér fært það að styrkja foreldrafélögin til að allir þessi nemendur gætu hort á þessa kvikmynd. Takk fyrir. Takk fyrir það, Margrét. Með leyfi fundarins, forseti bæjarstjórnar tekur heils hugar undir það að við styðjum við og veitum hér öflugt forvarnastarf í Reykjanesbæ. Þar erum við mjög vel mönnuð og erum að gera enn betur á næstu misserum. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Margrét Sanders, gerðu svo vel. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarstjórn, góðir gestir. Ég hef áhyggjur af því hvað ég hef farin að vera oft sammála Friðjóni. En ég ræddi við hann fyrir bæjarstjórnarfundinn og hafði mitt áhyggjur af lið 3 beiðni. Lið 4 og 5. Það var þarna nýr gervigræsvöllur og svo beiðni kaup á tíma og við styðjum eindregið og algjörlega því að þessu sé vísað til bæjarráðs og sérstaklega í ljósi þess að fjárhagsáætlunarvinnan, hún seinni hluta ársins en það þarf að fara fljótt og vel í þessa vinnu. Það sem kemur líka fram í 4. lið þegar við erum að óska eftir þessum gervigræsvelli vestan Reykjaneshallar að IT-ráð leggur til að fara yfir í heildarstefnumótun í málaflokknum sem fyrst og það eitthvað sem við eigum og erum væntanlega öll sammála um. Þegar svona mikil fjölgun í sveitarfélaginu þá eru auðvitað innviðirnir sprungnir og það væntanlega ástæða þess að íþróttafélög og tómstundafélög eru að kalla eftir aðstoð bæjarins. Sumt ófyrirséð og ég veit eins og kaup á tímum í sporthúsinu, það var nú óskað eftir því og það var núna fyrr og í fjárhagsáætlunarvinnunni og það var samþykkt fyrir hluta ársins en síðan komið með aftur af því að það dugar ekki til. Og ég veit að knattspyrnudeildin í Keflavík hefur verið í vandræði í barna- og unglingastarfinu og átt erfitt með að bæta nýjum iðkendum við og sama með körfuknattleiksdeildina í Njarðvík og fleiri félög. Þannig að þetta eru vaxtarverkir okkar sveitarfélags. Þetta vaxtarverkir stækkandi sveitarfélags og þá verðum við bara að vera auðmjúk og hlusta á bæjarbúa. Þannig að ég fagna því að þessu sé vísað þangað, hlakka til stefnumótunarinnar og það algjörlega nauðsynlegt
að þessi heildarstefnumótun og við höfum örugglega eftir að takast á með það að það ekki nægjanlegt að í heildarstefnumótun í svona málaflokki séu eingöngu að koma að formenn félagana og komum örugglega til með að vinna með öllum deildum, bænum og öllum bara hreinlega og starfsfólki hér. Þannig að við náum almennilegri stefnumótun, tímasettu og kostnaðargreindu og svo framvegis. Þannig að við getum forgangsraðað saman í þágu bæjarbúa. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs? Svo ekki, þá ber ég fundargerðina upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefið merki. Já, afsakið. Ég nú ekki Liverpool-maður, en mér liggur ekkert á, ég get alveg verið hérna til 12. En afsakið, forseti ætlar að fá að bera undir fundinn að vísa 4. máli í fundargerð til bæjarráðs. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Það samþykkt samhljóða og 5. lið einnig þeir sem geta samþykkt það. Það samþykkt 11.0 einnig. Þá komið að því að bera fundargerðinu upp í heild sinni. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefið merki. Hún samþykkt 11.0. Næst það fundargerð fræðsluráðs frá 7. september 2018 og gefi orðið laust fundargerð fræðsluráðs. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti og aðrir gestir, langar að ræða mál sem snertir frístundaheimilin í Reykjanesbæ. Fræðsluráð ræddi að þyrfti að skoða verulega húsnæði allra frístundaheimilina í grunnskólanum í Reykjanesbæ og við náttúrulega fögnum því að skoða verið betur að allir skólar séu með gott húsnæði fyrir börnin eftir skólatíma og ég veit að það misjafnt, sum staðar það mjög gott, annars staðar þarf að bæta úr því og allir foreldrar vilja náttúrulega að börnin séu á góðum stað og hafi gott rými til leiks eftir skólatíma. En ég fagna því líka að frístundaheimilin eru opin aðeins lengur núna og það í rauninni bara það fyrsta sem að foreldrar þurfa á að halda sérstaklega þegar þau eru með fleiri börn. Það verið að sækja börn í leikskóla á sama tíma. Margir foreldrar eru í vandræðum með að komast á réttum tíma og sækja börnin. Þannig við fögnum því að það búið lengi opnunartíman nokkra mínútur og flestir eru ánægðir með það. Einnig langar mig að nefna varðandi frístundaheimilin að við erum með 6 stóra grunnskóla og við eigum að huga því að vinna heildstæðri stefnu fyrir frístundaheimilin þar sem unni markvisst eftir góðu starfi og að allir skólarnir séu að vinna eftir sömu stefnunni. Þannig að öll börn sem eru á frístundaheimilum eftir skóla séu að fá svipaða fræðslu eða það sé stefnt að í rauninni hreyfingu, hugaða næringu og velferð allra barna. Takk. Fyrir það Anna Sigríður, fleiri sem kveða sér hljóðs undir fundargerðinni. Svo ekki, þá ber ég fundargerðina upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefið merki og hún samþykkt 11.0. Þá það fundargerð velferðarráðs frá 12. september 2018. Einhverju sem vilja kveða sér hljóðs undir henni? Gerðu svo vel, Guðný Birna Guðmundsdóttir, afsakið. Datt út þarna í smá tíma. Kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri líka. Mér langaði að koma hérna upp undir fundargerð velferðarráðs frá 12. september þar sem að við fengum rosalega flotta kynningu, við fengum til okkar alla forstöðumennina sem að koma að málefnum sviðsins, fengum forstöðumenn frá barnavernd, frá fjölskyldudeildinni, öldrunarþjónustunni
og frá fjölmenningamálum. Þannig að þetta var mjög fróðlegt og vil ég þakka formannum og sviðsstjóranum fyrir að búa þetta að fá þeirra áherslu beint, ekki bara að fá fundargerð frá þeim. Þannig að ég bara mæli sterklega með þessu fyrirkomulagi, sérstaklega fyrir fjárhagsáætlanagerð. Ég vil fagna því, í lið númer 2 kemur fram að Brynja húsauður ætlar að hefjast handa við að byggja 7 íbúða raðhús á Nesvöllum sem að ætlað eigendum sem uppfyllir tekju- og eignamörk félagslegs húsnæðis og þá einnig verið að horfa til fatlaðs fólks einnig með bara mjög fínar íbúðir og elstu umsóknirnar eru frá 2007 þannig að við fögnum þessu alveg gríðarlega og verðum bara spennt að fá að sjá þessa flott íbúðirna. Víkuröst sendi líka inn erindi varðandi íbúðar einingar sem að verður að Víkurbraut 6 og við tókum mjög vel í þetta erindi og sendum það áfram á Usk og verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Varðandi húsnæðisstuðningin, hann er svipaður en það var í júlí á þessu ári var greitt 1,8 milljón í sérstakann húsnæðisstuðning en svo var komið yfir 2 milljónir mánuði síðar og fjöldi einstaklinga er að aukast 10 úr 152 einstaklingum eða fjölskyldum í 162 og maður hefur svona pínu áhyggjur af hvert þetta stefnir og við náttúrulega vonum eindregið að verktakirnir klára að byggja litlar íbúðir hérna í sveitarfélaginu sem fólk getur keypt sér. Leigumarkaðurinn er orðinn dýr þannig að við fylgjumst grannt með þessum húsnæðisstuðningi til fjölskylda í bænum og vonum að þetta sé ekki til lengdar. Takk fyrir þetta Guðný. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs undir fundargerðinni? Bæjarstjóri, gjörðu svo vel, Kjartan Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég get tekið undir hjá bæjarfulltrúa Guðnýju með íbúðirnar að stapa völlum. Þetta er sama mál og við vorum að samþykkja hér í umhverfis- og skipulagssjóðinu áðan að breyta deiliskipulagi sem var gert ráð fyrir 4 húsum. Við erum að breyta því í 7 því að það er gert ráð fyrir minni íbúðum. Þannig að þessi mál tengjast og við munum fá heildarpakka. Þetta er eins og því, ég veit að þið áttu ykkur á að þetta er mál sem heyrir undir lög almennar íbúðir og íbúðalánasjóður eða ríkið er að setja framlag með verkefninu og Reykjanesbær gerir það líka. En til þess að svo megi vera þá þurfum við að fara í gegnum heilmikið ferli sem er svo sem í gangi og þetta mál kemur í heild sinni inn í bæjarráð á fimmtudaginn. Og þá munum við fá nánari upplýsingar og geta svona rýnt aðeins í tölur. Og síðan langar mig bara að segja ykkur frá því að eins og því vitið bæjarfulltrúar að þá höfum við oft verið með hér kynningar fyrir bæjarstjórnarfundi á svona einstökum málum, óformlega kynningar og hún Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs, ætlar að koma. Það eru reyndar allir þriðjudagar uppteknir þar til 7. nóvember held ég. Þá ætlar hún að koma klukkan 4 og fara með okkur í gegnum þær breytingar sem eru að verða á lögum í velferðarþjónustu. Því að það eru heilmiklar breytingar þar sem að ég held að sé nauðsynlegt fyrir bæði nýja og þá sem reyndar eru hér í þessum hópi að fá upplýsingar og tækifæri til að skoða. En þetta er ansi víðtækar breytingar sem hafi í för með sér aukna skyldur á hendur sveitarfélögum og svona breyta afstöðu. Þess vegna sjáum við hér í fundargerðinni líka að það er verið að breyta reglum og uppfæra vinnubrögð á sviðinu og slíkt. Þannig að þetta er heilmikið mál sem að verður svona gott að fara í gegnum með fagfólkin okkar. Og síðan vil ég að lokum bara undir þessu lið minna bæjarfulltrúa bæði reynda og nýja á að það er námskeið á laugardaginn og við höfum Sambands íslenskra sveitarfélaga í þessum málum öllum og
ef að bæjarfulltrúar hafa ekki skráð sig nú þegar þá hvet ég öll til að gera það fyrsta. Því að þessi námskeið eru haldin á vegum sambandsins víða land og eru mjög góð og þar farið í gegnum margt mjög gott og það eru alltaf einhverja breytingar þannig að þessi ykkar sem reynd eru líka hefðu örugglega gagnaði að koma og heyra það sem fulltrúar sambandsins hafa fram að færa. Takk fyrir Kjartan. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs undir fundargerð velferðarráðs? Svo ekki. Þá ber ég fundargerð velferðarráðs frá 12. september undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefa merki og hún er samþykkt 11.0. Næst það 7. liður fundargerð menningarráðs frá 13. september. Orðið er laust fundargerð menningarráðs. Baldur Guðmundsson, velkomin í pontu. Virðulegur forseti, takk fyrir að bjóða mér og bæjarfulltrúar, gestir. Hjá menningarráðinu hafa verið að fjalla til dæmis endurskoðun menningarstefnu sem að hófst svona á síðasta kjörtímabili á þessu ári og endilega að klára þetta. En það er eins og kom hérna fram varðandi stefnumótuna, það er til menningarstefna sem var sett í gang 2006 minnum mig og það er bara margt ansið gott í henni ennþá þó að sé þetta langur tími liðinn og það þarf bara aðeins að fara yfir þetta. Svo var ljósanótt, við erum náttúrulega búin að dásama það hvað ljósanótt var fín hjá okkur en það er alltaf eitthvað sem að þarf að skoða og fara yfir og þá sérstaklega erum við að tala 20 ára afmæli á næsta tímabili og þá var náttúrulega að fara yfir það hvað getum við gert betur öðruvísi. Mér fannst bara virkilega ánægt hvað bæjarbúar allir svona lögðu sitt að mörkum voru ekkert endilega að bíða eftir einhverju aðrir væri að gera, heldur bara hent upp tónleikum, sýningum eða einhverju öðru. Þannig að ég var mjög sáttur. En svo heyrir maður alltaf að þetta er alltaf eins, alltaf sami fallturnin og sömu tjöldin og allt það. Aldrei hægt að gera alla ánægða, en það má ekki breyta heldur of miklu. En það er eitt sem ég ætla að benda á varðandi þetta, að það er ráðilegur til að meira verði lagt í hátíðina ári og skora á fyrirtækin í bænum að koma sterkinn í fjáröflun. Gott og vel. Svo kemur næsti liður fjáröflun, fjármagnið svipað og hefur verið. Er ekki rétt þá að við göngum fram með góðu fordæmi og setjum nokkra kúlur í þetta? Þannig að ég bara biðja gott við fyrir menningarráð þannig að þeir geti fengið aukið fjármagn til að gera hátíðana skemmtilegri þegar við erum að tala 20 ára afmæli. Svo bara í lokin það er verið að auglýsa hugmyndum bæjarbúum menningarverðlaun og síðan var Brynballett að halda upp á 10 ára starfsafmæli sem er glæsilegt verkefni upp á Ásbrú. Óskar þeim til hamingju. Já, með leyfi fundarins vill forseti koma aðeins að þessu og taka undir með Baldri Guðmundsssyni. Ég held að það sé alveg vert að reyna að gera ljósanótt svolítið enn hærra undir höfði á næsta ári. En við þurfum auðvitað að taka tillit til þessi fjárhagsáætlun og sú vinna er í gangi núna. Varðandi fallturnin, börnin mín var alveg sérstaklega ánægð með fallturnin og ég neyddist þess að fara 7 eða 8 sinnum með þau í fallturnin. Þannig að hann sló algjörlega í gegn hjá mér og ég var svona farin að velta fyrir mér að ég þyrfti eiginlega að eiga svona tæki. Þau voru ótrúlega róleg eftir 6 til 7 ferðir í fallturnin. Ég fór aldrei. Að þessu sögðu þá eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð menningarráðs. Svo er ekki, þá ber ég fundargerð menningarráðs upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er að 7. liður fyrirspurn fá bæjarfulltrúa Miðflokksins sem barst bæjarstjórn og gefi orðið laust undir þeim lið og Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerur svo vel fyrir hann.
forseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar að fara vegna þessara fyrirspurnar frá Margréti Þórarinsdóttur Miðflokki. Þá langar mig aðeins að fara yfir þau svör og þær spurningar sem sendar voru inn. Í fyrsta lagi að fyrsta spurningin snýr að því að Miðflokkurinn hafi þá kosið með fulltrúa Frjáls afls í bæjarráð og sem þýddi að Miðflokkurinn mun ekki fá sæti á þeim tíma í bæjarráði fyrir eftir 2 ár, samkvæmt samkomulaginu sem þeir 2 flokkar hafi gert með sér. Margrét fannst þetta óeðlilegt og að meðal annars vegna þess að Miðflokkurinn fékk mjög góða kosningu, 30% atkvæða og vildi því spyrja okkur meirihlutann hvort að við myndum beita okkur á þann veg að allir flokkar myndu fá sæti í bæjarráði. Við höfðum á þessum tíma óskað eftir áliti Sambands íslenskra sveitarfélaga á þessu máli. Þetta snýst það að þegar að 2 flokkar í bæjarstjórn sameinast einn í bæjarráði, að kjósa einn í bæjarráð, hvernig að túlka það, hvort viðkomandi fulltrúi í bæjarráði sé fulltrúi beggja eða hvort annar þeirra hafi þá rétt til áheyrnar. Síðasta kjörtímabili kom svo stað upp að það var 1 bæjarfulltrúi, 1 flokkur í bæjarstjórn, Framsóknarflokkurinn hafði ekki fulltrúi í bæjarráði og fékk hann því sæti áheyrnarfulltrúa allt kjörtímabilið síðastliðið á launum. Samband íslenskra sveitarfélaga sagði við okkur að það væru margar mismunandi skoðanir í þessu og ekki var hægt að koma með úrskurð frá þeim, heldur yrði að tala við ráðuneytið sveitarstjórnarmála túlkun á þessu og gerði við það og niðurstaða þess svo að ef 2 eða fleiri framboð standi saman að lista til að ná inn mann í byggðarráð eða bæjarráð teljist sá maður fulltrúi þeirra allra í ráðunum. Þau teljist þá með öðrum orðum hafa náð kjör í skilningi ákvæðisins og því eigðu ekki jafnframt rétt á tilnefna áheyrnarfulltrúa í ráðið á grundvelli laganna. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sammála þessari túlkun en vísa málunum til endurskoðunar bæjarmála samþykktar Reykjanesbæjar sem fyrirhugaður á næstu mánuðum. Eins og hér kemur fram og þá var meirihluti sammála þessari niðurstöðu ráðuneytisins en til sjálfsögðu gat hann ekki gert annað, ráðuneytið ræður þessu. En við aftur á móti í meirihlutanum viljum endurskoða þetta mál og taka þetta upp í forsetanefnd sem forseti mun veita forystu og mun kalla saman fljótlega við endurskoðun á bæjarmálasamþykkt. Önnur fyrirspurn sem lögð var hér fram var að Margrét ásamt bæjarfulltrúum öðrum sátu þá á þeim tíma fund með United Silk og fulltrúin Staksberg fyrirverandi United Silicon þar sem við sátum stóran fund og langan með þeim upplýsingafund þar sem þeir kynntu fyrir okkur matsáætlun vegna kísilversins sem á núna fljótlega að fara að kynna fyrir bæjarbúum sent var að því held ég í lok september. En Margrét vildi vita hvort að meirihlutan hefði tekið ákvörðun hvort farið verði í íbúakosningu varðandi framhaldið og hvernig þá staðið að þeirri kosningu. Enda vitum við öll að mikill óánægja meðal íbúa með framkvæmd síðustu íbúakosninga, segir Margrét. Stuttasvarið málefni kísilversins í eðlilegum farvegi hjá eftirlitsstofnunum og ekki enn tímabært að greina frá viðbrögðum Reykjanesbæjar fyrir en nánar upplýsingar liggja fyrir áætlanir eigenda kísilversins og afstöðu eftirlitsstofnana. Og ég vil bara ítreka þetta svar. Þetta mál á byrjunarreit núna. Við höfum ekki fengið neitt formlegt frá kísilverinu hvernig á að standa að málum, hvernig byggingarnar verða, umhverfismatið, þetta allt í vinnslu og við munum koma að þessu máli síðar og þetta allt í mikilli óvissu en engu að síður að þá göngum við hægt og viljum meta málin rétt og það ekki tímabært að svona máli að greina frá viðbrögðum Reykjanesbæjar vegna þess að enda engin óskum það komið fram frá upplýsingar komið frá eigendum versins.
Það er líka hættulegt að rjúka fram með einhverja upplýsingar. Við fórum öll með, við vitum það að stjórnmálamenn í síðustu kosningum í maí, sveitarstjórnarkosningunum, voru allir með stórhugaði því að standa saman í þessu máli og viljum við vinna þetta í mikilli samvinnu við alla og við munum að sjálfsögðu upplýsa miðflokkinn það sem við telum að sé réttar ráðstafan í þessu máli þegar það kemur. Þriðja spurningin var, hvað varðar Stapaskóla? Margrét segir eftirfarandi, með leyfi forseta: ég las það í fjölmiðlum að búið vera að skipa byggingarnefnd þar sem allir flokkar eiga sæti nema miðflokkurinn. Eru þetta eðlileg vinnubrögð? Hvers vegna var miðflokkurinn ekki búið sæti í þessari nefnd? Miðflokkurinn lagði ríka áherslu á skólamál fyrir síðustu kosningar. Telur meirihlutin ekki fullkomlega rétt og eðlilegt að allir flokkar fá að koma að ákvarðanatöku varðandi Stapaskóla. Svo ákvörðun var tekin á síðasta kjörtímabili að bæjarráð yrði byggingarnefnd Stapaskóla. Það er fyrst og fremst til þess að spara pening og vinna tíma sem það er. Og á nýju kjörtímabili var það sama gert, að bæjarráð byggingarnefnd. Og vegna þess, vegna túlkunar ráðuneytisins, að þá miðflokkurinn með fulltrúa í bæjarráði og þar að leiðandi miðflokkurinn með fulltrúa í byggingarnefnd. Þetta var svona kannski það helsta sem ég vildi segja, en ef einhverjir vilja fá nánari svör, endilega láta mig vita. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir það, Friðjón. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Og aðri viðstaddir, þakka fyrir þetta, þessi svör, meirihluti. Sko, það náttúrulega, forsendur eru breyttar frá því að ég lagði þetta fram og eins og öllum kunnugt, gerði bæjarfulltrúar Miðflokksins og Frjálst afl með sér samkomulag að afloknum kosningum að deila sæti í bæjarráði. Og það var þannig að, eins og þú nefndir, að fyrstu 2 árin fengi Frjálst afl þetta sæti og seinni 2 árin fengi Miðflokkurinn þetta sæti. Nú liggur fyrir algjör forsendubrestur á þessu samkomulagi því bæjarfulltrúi Frjálss afls hefur gengið til liðs við Sjálfstæðisflokkinn skipan í nýstofnaðar nefndir bæjarfélagsins. Þetta ekki í anda lýðræðis og góðra stjórnsýsluhátta að útiloka einn flokk frá bæjarráði sem hefur rúm 13% atkvæða á bakvið sig. Áheyrnarfulltrúar í bæjarráðum og borgarráði hafa ekki atkvæðisrétt en hafa tillögu og málfrelsi. Við hvað meiri hlutin hræddur? Bæjarfulltrúi Miðflokksins harmar þessi að málalok og lýsir yfir ábyrgðarleysi meirihlutans að allar raddir bæjarbúa fái ekki að heyrast í bæjarráði. Síðan langar mig aðeins að koma inn á fyrirspurn númer 3. Ég verð að játa það að ég lýsi furðu minni yfir því að allir flokkar komi ekki að því að ráða framtíð Stapaskóla. Það ekki góðra anda stjórnsýsluhátta eða lýðræðis að útiloka einn flokk sem hlautur 13% atkvæða eins og ég nefndi hér áðan í afliðnum kosningum uppbyggingu og framtíð skólans. Þessi stjórnsýsluhættir með öllu óásættanlegir og óafsakanlegir sér í lagi vegna þess að miðflokkurinn lagði ríka áherslu á skólamál í kosningunum. Hvernig má það vera að meirihlutinn hunsi vilja svo stórs hluta bæjarbúa þegar að uppbyggingu skóla að ræða sem eitt af lögbundnum hlutverki sveitarfélagsins? Bæjarfulltrúi Miðflokksins skorar á meirihluta bæjarstjórnar að endurskoða afstöðu sína af því að ekki eiga að standa deilur lögbundna þjónustu. Ég vil að þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir, Margrét. Friðjón Einarsson hefur kvætt sér ljós. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það nú bara í lýðræðisríki þá gilda ákveðnar reglur sem við vinum eftir og við getum ekki hlaupið til vegna óska einstakra bæjarfulltrúa, hvort sem það sé Margrét eða Friðjón. En í upphafi
kjörtímabilsins í kosningum að þá ákvað Miðflokkurinn að styðja og fara saman í kosningar og kjósa sameiginlegan fulltrúa í bæjarráð sem gerði það að verkum að aðrir flokkar í bæjarstjórn fengu ekki að auka fulltrúa. Það var vegna þess að Miðflokkurinn og Frjálst afl stóðu saman að kosningu í bæjarráð. Annars hefði 50 fulltrúinn orðið annarkvort fulltrúi Sjálfstæðisflokksins eða meirihlutans. Og ég vil bara ítreka það, við vinnum eftir einhverjum ákveðnum reglum, samþykktir sem eru samþykktar og því verður þið að fylgja og það hefur ekkert með Miðflokkinn að gera eða aðra flokka. Við verðum bara að fylgja þeim reglum sem gilda og það snýr lýðræði og það nefnilega lýðræði að fylgja settum reglum. Það ekki lýðræði að beygja út frá þeim af því einhvað gerist á milli Miðflokksins og Frjálst afls. Auðvitað það leiðilegt þegar svona gerist og þið verður þá að eiga það við Frjálst afl, hvernig þið viljið vinna þau mál, en það sjálfur sér ekki okkar mál, hvernig þið viljið leysa úr því. En svona eru reglurnar og það lýðræði að vinna eftir þeim reglum sem þær gilda og það gerum við. Þannig ég vil nú vísa þessu frá að við séum að hunsa eða lýðræði. Margrét samkvæmt þeim kosningum sem fóru fram með fulltrúa í bæjarráði og hann heitir Gunnar Þórarinsson. Takk. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, við stöndum nú hér í upphafi kjörtímabils og erum svona feta okkur áfram, misánægð með niðurstöðu kosninga, sumir og sum alveg mjög ánægð og þær eru alveg drullufúlir. Ég get líka sagt að ég sem fulltrúi beinnar leiðar í bæjarstjórn Reykjanesbæjar var sjálfsögðu drullufúll með það. Það var mist annan bæjarfulltrúan okkar og 13 atkvæðum. Það var súrt að bíta í það epli að tapa fleiri hundruð atkvæðum út gluggann, en þannig virkar að kerfið. Og við erum núna að upplifa ýmsar breytingar, samfélagsbreytingar, ekki bara hér heldur í víðsvegar, og það gerir það að verkum að þessu pólitísku kerfi sem að menn hafa búið til í kringum sig eða út frá því landslæði sem hefur ríkt á hverjum tíma, þau hrynja hvert að öðru. Einu sinni var nú talað að hér var á Íslandi til fjórflokkur. Einhver angja honum til ennþá, en það hafa bæst við ýmsir aðrir flokkar og aðrar hreyfingar sem að láta sig kveða í samfélaginu okkar á ýmsan hátt. Og allar þessar hreyfingar vilja láta í ljósið skína á ýmsan hátt, vilja vera með. Ég get alveg skilið þær hugrenningar Margrétar að hún vilji vera með. En mér langar að, því að bæjarfulltrúi Friðjón minntist nú hér á reglur, og það var vitað mál áður en að til kosninga kom í bæjarráð að ef að Frjálst afl og Miðflokkurinn myndi kjósa saman, þá myndu þau þar með eignast fulltrúa í bæjarráði. Hefðu þau ekki kosið saman, þá hefðu þau bæði verið sem áheyrnarfulltrúar í bæjarráði. Og ég spurði á þeim tíma sviðsstjóra stjórnsýslusviðs að því hvort að bæjarfulltrúar þessara flokka eða hreyfinga væru meðvituð það. Og hann tjáði mér að svo væri. Að fulltrúi Miðflokksins og Frjálst afl voru algjörlega meðvituð það að með því að gera þetta svona, þá væru þau þar með
að nýta atkvæðið sitt. Og það er þannig í þessu lífi, maður getur ekki nýtt atkvæðið sitt tvisvar. Ef maður er búinn að nýta atkvæðið sitt, þá gerir maður það ekki aftur. Og Miðflokkurinn kaus að nýta atkvæðið sitt þennan nótt. Þannig er það nú bara. Við getum haft skoðanir á því að það sé voðalega leiðilegt að þetta samkomulag á milli Frjáls afl og Miðflokksins hafi ekki haldið. Ég bara get ekkert gert í því. Ég veit að Píratarnir eru líka drullufúlir. Þeir fengu fullt af atkvæðum en þeir eru ekki hér. Þeir myndu örugglega velja vera við borðið. Vinstri græn voru líka í framboði. Þau sitja heldur ekki hér. Það eru raddir einhverja íbúa hér sem að ekki fá að heyrast við þetta borð. En við gerum ekki svo að öllum líki. Við byggjum upp eitthvað fyrirkomulag og eftir því ber okkur að fara. Þannig er það bara. Við getum auðvitað aðlaða okkur að breyttum aðstæðum og það eigum við að gera, en við þurfum auðvitað að spyrja okkur að því í hvað átt við viljum fara. Á að vera losarabragur á stjórnsýslunni og hún bara starfi eftir geðþótta eða einhverju niðurstöðu sem að fólk fellur ekki, sem er ekki sátt við. Hvernig ætlum við að reka þetta? Við þurfum svolítið að hugsa um það. Ég er öðru leyti ætla ég ekki að tjá með þetta. Mér langar samt aðeins að minnast hér á spurningu vegna þessar spurningar númer 2. Það sem að talað er hvort að við ætlum að meirihlutin ætla að fara í íbúakosningu. Og mér þykir þetta mjög sérstök spurning svona upp af í kjörtímabils. Velta þessu upp á borðið. Ég bara veit það ekki. Ef ekkert breytist út í Helguvík þá getum við ekkert farið inn á íbúakosningu. Við getum ekkert farið í íbúakosningu bara af því bara. Ef verður einhver breytt út í Helguvík þá er ekkert neina íbúakosninga að ræða. Við getum ekkert bara ákveðið að fara í íbúakosningum að henda nettó í burtu að því við viljum breyta einhverju í krossbúanum. Við getum kannski farið í íbúakosningu ef þeir ætla að setja 50 metra stromp á nettó. Þannig ef að slíkt kemur til álita út í Helguvík, þar sem þarf að breyta einhverju skipulagi, þá getum við skoða það að farið verið í íbúakosningu það mál. En við vitum það ekkert núna. Við vitum ekki einu sinni hvort að verksmiðjan fer í gang. Við vitum ekki hvort einhver vilji kaupa þetta gjaldþrota fyrirbæri sem þar er. Og þeir sem eru hér, þið vitið það að ég hef ekki talað með þessari verksmiðju, aldrei. Og mun ekki gera. En ég sem bæjarfulltrúi, mér ber að fara eftir þeim reglum sem gilda. Og það ætla ég að gera. En ég mun ekki til neinum kringumstæðum sitja þegjandi ef að fara að spúa þeirri mengun yfir íbúa aftur sem var gert hérna á síðasta kjörtímabili. En það unnum við að því öll bæjarstjórnin sem eitt að stoppa þessa verksmiðju á sínum tíma. En hvort að við förum í íbúakosningu, við þurfum þá að vita hvað. Margrét Þórarinsdóttir, velkomin í pontu. Forseti bæjarstjórnar og aðrir viðstaddir, ég vil bara árétta það sem að ég hef búin að tala hér á síðustu 2 fundum, að það eru breyttar forsendur í dag og hvað varðar samkomulagi sem að við Miðflokkurinn og Frjálst afl gerði. Þegar ég hef samband við ráðuneytið þá segja þeir mér það að það þarf að bara breyta bæjarmálasamþykktinni og það er mjög einfalt atriði. En réttilega eins og þið er búið að ræða að það kemur til með að breyta bæjarmálasamþykktinni. En hvað tekur það langa tíma? Á ég að sitja út í kuldanum í marga mánuði? Ég bara velti því fyrir mér. Og við erum að tala lýðræði og lög og reglur. Ég gerum alveg fullkomlega grein fyrir því að við þurfum að fylgja lögum og reglum. En að allir fái ekki að sitja við sama borðið og fái upplýsingar, það finnst mér ólýðræðislegt. Takk fyrir.
Baldur Guðmundsson, gjör svo vel. Takk fyrir mig fórsti og góða gestir. Alltaf spurninguna ekki beint til okkar, en ég vil samt aðeins fá að tjá mig. Það er alltaf stór tíðindi að minnihluti skuli vera fallinn í Reykjanesbæ. En við náttúrulega í D-listanum vorum hundfúl yfir þessari niðurstöðu og stóra fyrirsagnir að Sjálfstæðisflokkurinn galt afhróð og allt þetta, en við erum samt ennþá stærsti flokkurinn. Það er bara, sem sagt, ef við fyrir að telja atkvæði og svona, þá erum við ennþá stærsti flokkurinn. Við erum ekki meirihluta sem að kannski hefði bara verið eðlilegt, mjög fínt, og þá hefði við svona tekið þátt í þessu með við hvað margir bæjarbúar lögðu okkur allavega til atkvæði. En við erum það ekki, ég bara verð að taka því, ég fer heim og græta á eftir, en sko, síðan erum við 3 sem að eigum tilkall þá til þess að 2 sæta sem er eftir í bæjarráði. Bara samkvæmt reiknireglunni, þá er hægt að telja sko atkvæðin, þá bara verið að telja fulltrúana. Og samkomulagið sem að þau gera sín á milli gengur út á það að mynda 2 manna teymi. Þannig að við sem erum 3 og þá er næsti maður hjá okkur inn 1,5 samkvæmt þessari vinnureglu, þá er næsta manni okkar haldið úti. Þannig að lýðræði er ekkert alltaf æði, sko. Þannig að ég gæti alveg sko vera að kvarta og kveina yfir því að það sé verið að brjóta á mér. Með ykkar samkomulagi þá hefði haldið mér úti, sko. En þetta fór svona, ef við viljum taka þetta aftur upp, þá náttúrulega gerum við það og endurskoðum þetta. En ég get ekki tekið undir það að það eigi að bara breyta bæjarmála samþykktum þannig að einhver getur fengið kökuna sína og étið hann alla líka. Það er bara það sem ég vildi sagt hafa. Friðjón Einarsson hefur passið hljóðskið, svo vel Friðjón. Kæra þakki fórsti, ég bara eitt sem er þetta svona í hug, sko ef fulltrúi Miðflokksins og fulltrúi Frjálsdals eru ósátt og samband þeirra ekki eins og skildi að þá finnst mér kannski að ábyrgðin liggi þar sem gerir það að verkum að fulltrúi Miðflokksins og fulltrúi Frjálsdals setjast nú saman niður og ræði málin og ein lausnin hugsanlega þar, ég slæðist nú bara fram, það að fulltrúi Frjálsdals, Gunnar Þórðarson, segi af sér í bæjarráði og óskar eftir laust frá embætti sem og varamaður hans og þá getur vel verið að ég þarf nú að skoða, heyra þetta frá lögformlegum aðilum, hvort það sé að kjósa á nýju bæjarráð. Það er náttúrulega kannski eina rétta lausn, fyrst að þetta samstarf ykkar er orðið fúlt, að kjósa upp á nýtt. Það er kannski bara spurningin að það sé það sem þarf að gera. Ef ekki, þá þarf að bíða 1 ár þar til aftur verður kosið. En auðvitað er þetta undir ykkur 2 komið, hvort að þið getur náð sáttu þessu máli. Takk. Þá er ekki fleiri sem hafa passið hljóðs, afsakið Gunnar Þórðarson, gerði svo vel. Velkomin í pontu. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætlaði nú ekki að taka þátt í þessu, að skrafi hér, en get ekki sittið á mér. Málið er auðvitað það að það eru mjög veikar stoðir undir þessari ákvæði meirihlutans að heimila ekki áheyrnarfulltrúa. Í 50. grein sveitarstjórnarlaga segir einfaldlega að
þeir sem hafa ekki sæti, ef einhver framboð hafa ekki sæti í nefndum eða ráðum, þá eigi þeir rétt á áheyrnarfulltrúa. Þetta er í 50. grein og í 50. grein er gert grein fyrir því að það sé heimilt, jafnframt heimilt, eins og í kosningunni áheyrnarfulltrúa, að það sé heimilt að greiða mönnum fyrir setuna sem áheyrnarfulltrúa. Þetta er skýrt. Ég get ekki fundið neitt í bæjarmálasamþykktum sem að mælir gegn þessu. Ekki neitt. Og ég vil þá benda mér á það hvar það er. Guðbrandur Einarsson, gerðu svo vel. Virðulegur forseti, ég finnst þetta að vera ansi billega réttlætingar hjá félaga mínum Gunnari Þóransi. Vitandi það að hann nýtti sér atkvæði Miðflokksins til að koma sjálfum sér í bæjarráð. Hann vissi það á síðasta kjörtímabili, var áheyrnarfulltrúi sem ekki hafði atkvæðamagn á bak við sig til að eignast kjörinn fulltrúa, en með því að frjálst afl hirti til sín atkvæði Miðflokksins, þá koma sjálfum sér inn í bæjarráð. Og þetta er léleg og aum réttlæting. Og með leyfi fundarins vill forseti bæjarstjórnar taka til máls varðandi fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Miðflokksins. Það liggur alveg klárt og skýrt fyrir hvernig bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar er. Það er engin misskilningur þar á ferð ef bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson telur að svo sé. Það var engin ástæða til þess að fara í það að endurskoða bæjarmálasamþykkt út frá þessum forsendum, nema vegna þess að Miðflokkurinn hefur farið fram á það sérstaklega. Það mun meirihlutinn gera og forseti mun leggja fram tillögu þess efnis von bráðar að svokölluð forsetanefnd verði skipuð hjá bæjarfélaginu til þess að fara yfir bæjarmálasamþykkt bæjarins og leggja mögulega breytingartillögur við hana fyrir bæjarstjórn. Fyrirmyndin sem við höfum verið að skoða er úr nærliggjandi sveitarfélögum, Hafnarfirði, Kópavogi. Og það er brýnt að fara í þessa vinnu og ég legg mikla áherslu að það verði eins mikil samheldni þá endurskoðun eins og hægt er. En hvort að sú niðurstaða verði einhver önnur en í dag, veit ég ekki. En það er mjög mikilvægt að horfa til annarra sveitarfélaga hvað þetta varðar við endurskoðunina og reyna að tryggja það að lýðræði sé að sjálfsögðu í hávegum haft. En við verðum líka að virða þær leikreglur sem eru settar. Og við förum eftir núverandi bæjarmálasamþykkt og það liggur alveg ljóst fyrir hvernig hún er. Það var nú svona mín von sem forseta bæjarstjórnar að við myndum kannski byrja svona fyrstu fundina kannski á betri fæti heldur en við höfum verið að gera. Ég ætla að vona að með endurskoðun bæjarmálasamþykktar getum við svona reynt að koma þessu málum í betri farveg. Því að það er algjörlega ljóst að það er töluverður samhljómur í mörgum málum í bæjarstjórn almennt. Við viljum veg bæjarins okkar og bæjarbúa sem mestan og það er það sem við höfum að fókusa á. Númer 1, 2 og 3. Að því sögðu, Margrét Sanders hefur hvasst í hljóð, skeið svo vel Margrét Sanders. Forseti, bæjarstjórn, góðu gestir. M-flokkurinn er að segja mjög frétt. M-flokkurinn er að segja okkur það að samkomulag á milli A-lista og M-lista sé brostið. Er það sem sagt þannig að við eigum vona að fá 2 fulltrúa í bæjarráð á næsta ári?
er verið að segja það að aðilar M-flokksins séu að hætta í öllum nefndum. Mér finnst þetta frétt. Við skulum átta okkur á því að ef að Gunnar Þórarinsson og við förum í allsherjar samstarf, þá erum við komið með yfir 2000 atkvæði og þá erum við með 4 fulltrúa og þar með 2 aðila í bæjarráði. En það hefur bara ekkert verið rætt. Ég veit ekki, sko, mér finnst þetta bara eitthvað hjónaband sem að menn er að tala saman. Hann er ekkert að halda fram hjá með okkur, sko. Það er bara ekki svoleiðis. Þetta ráð að þessar síðustu nefndir, jú, þar vorum við að kjósa ákveðið í nefndirnar, en þetta eru bráðabirgða nefndir og það þarf 2 í tangó. Það er bara þannig. Þannig að menn þurfa að vinna saman. Og takk forseti fyrir að nefna það, því að hér við borðið er einn aðili sem ræðst á persónur. Og ég verð að segja það að við í D-listanum tökum ekki þátt í svona slag. Þess vegna nefni ég alltaf M-listan. M-listin, ég kalla eftir að við vinnum saman hérna í bæjarstjórn. Takk. Er fleiri sem vilja taka til máls undir fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Miðflokksins? Og svo er ekki, þá lýkur þeim umræðum og forseti gerir hlé á fundi til þess að fara yfir fundargerð og síðan klárum við málið.
550 fundir bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12 18. september 2018 kl. 17. Viðstaddir eru Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þórir Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöf A. Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kjartan Kjartason, bæjarstjóri og í forseta var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta mál, fundargerð bæjarráðs 7. og 13. september 2018. Fyrsti liður fundargerðarinnar, númer 1185 frá 7. september síðastliðinn var tekið fyrir sérstaklega. Forseti bæjarstjórnar lagði fram eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar staðfesti sérstaklega ákvörðun bæjarráðs frá fundi sínum númer 1185 þann 7. september síðastliðinn að Reykjanesbæjar fái 2 fulltrúa í heilbrigðisnefnd Suðurnesja og nefndi kjósi sér formann á fyrsta fundi nefndarinnar, samþykkt 11.0. Forseti gaf orði laust. Til máls tóku Díana Hilmarsdóttir, Baldur Þórir Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Kjartan Kjartason og Guðbrandur Einarsson. Fundargerðirnar samþykktar 11.0 öðru leyti. Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 14. september 2018. Annar liður fundargerðarinnar, Aspardalur 1, ósk breytingu á deiliskipulagi og samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. Fjórði liður fundargerðarinnar, Vatnsnesvegur 22, ósk heimild til byggingar bílskúrs var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. Sjötti liður fundargerðarinnar, Stappavellir 4-22, ósk breytingu á skipulagsmálum var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. Sjöundi liður fundargerðarinnar, Ferjutröð 2060-2064 tillaga deiliskipulagi var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. Níundi liður fundargerðarinnar, Reynidalur 2, breyting á deiliskipulagi var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. 11. liður fundargerðarinnar, Seltjörn, tillaga deiliskipulagi var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. 14. liður fundargerðarinnar, Háaleitishlað 1, breyting á lóð var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. 15. liður fundargerðarinnar, Pétursvöllur 6, breyting á lóð var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. 16. liður fundargerðarinnar, Merkines uppskipting á landi var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. 18. liður fundargerðarinnar, Hásela 32, umsókn byggingu á bílgeymslu var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. 19. liður fundargerðarinnar, Heiðavegur 22, umsókn byggingu Anderis var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. 21. liður fundargerðarinnar, Suðurtún 5, umsókn byggingu á bílgeymslu var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. 23. liður fundargerðarinnar, Valhallabraut 868, deiliskipulagsbreyting var samþykktu sérstaklega með 11 atkvæðum. Forseti gaf orði laust. Til máls tóku Margrét Ólöf A. Sandes, Kjartan Kjartason og Jóhann Friðrik Friðriksson. Fundargerðin samþykkt 11.0 öðru leyti. Fundargerð Íþrótt- og tómstundaráðs 4. september 2018. Það er þriðja mál. Forseti gaf orði laust. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og Margrét Ólöf A. Sandes. Friðjón Einarsson leggur til að 4. og 5. máli verði vísað til bæjarráðs, samþykkt 11.0. Fundargerð samþykkt 11.0 öðru leyti. 4. mál, fundargerð fræðsluráðs 7. september 2018. Forseti gaf orði laust. Til máls tók Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Fundargerð samþykkt 11.0. 5. mál, fundargerð velferðarráðs 12. september 2018. Forseti gaf orði laust. Til máls tóku Guðni Birna Guðmundsdóttir og Kjartan Kjartason. Fundargerð samþykkt 11.0. 7. mál, fundargerð menningarráðs 13. september 2018. Forseti gaf orði laust. Til máls tóku Baldur Þórir Guðmundsson og Jóhann Friðrik Jóhannsson. Fundargerðin samþykkt 11.0. 7. mál, fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Miðflokks. Forseti gefur orði laust. Til máls tók Friðjón Einarsson og lagði fram eftirfarandi svör við fyrirspurnum. Þar sem svörin og fyrirspurnum komur rafrænt og skal eftir leyfi til að lesa það ekki. Já, fyrstu veitir það. Til máls tók Margrét Þórarinsdóttir og lagði fram bókun. Sú bókun kom einnig rafrænt, þannig að ég óska eftir að lesa hann ekki. Og til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Baldur Þórir Guðmundsson, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson og Margrét Ólöf A. Sandes. Ágætu bæjarfulltrúar, ég ber þá fundargerð 550. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar undir atkvæði. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefið merki.
Hún er samþykkt samhljóða. Náður þarna Baldur. Nú, þetta er mikið gleði efni fyrir þá sem að horfa á töðruspark, því mér skilst að eitthvað enskt lið sé að fara að spila, Liverpollur. Ekki er fleira á dagskrá og slít ég þar með 550. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Góða stundir.